Sumarið eftir að Guðrún giftist Bolla var mikið ferðir skipa milli Íslands og Noregs. Þá fréttist að Ísland væri orðið alkristið. Ólafur konungur var glaður við það og leyfði öllum Íslendingum sem vildu að fara heim til Íslands. Ég mun ekki taka þetta loforð. Tilbaka vil ég segja við þig að þú hefur verið hér meira sem vinur heldur en maður í gislingu. Ég myndi helst vilja að þú verið hér eftir á Noregi. Hér getur þú átt kost á að eignast konu sem þú fengir ekki annars staðar, en hér alls ekki á Íslandi. Þakka þér fyrir, konungur, ég mun fara til Íslands. Mér langar satt að fara til Íslands, ég ætla að kveðja Ingibjörgu áður en ég fer. Sæll, elsku Kjartan minn, komdu og sestu hér hjá mér. Sæl, Ingibjörg, ég hef búið mig undir ferðina til Íslands og fer bráðum að leggja það hér. Þetta er þín ákvörðun og þú ræðir þessu sjálfur, en þú veist að við viljum helst hafa þig áfram. Ingibjörg gengur að kistu einni og tekur upp úr henni hvítan gullofinn höfuðdúk. Finnst mér líklegt að Guðrún mun þykja þessu móti fallegur, en skal þú gefa henni hann í brúðkaupsgjöf, ég veit það. Skömmu síðar sigldi Kjartan ásamt Kálfi Ásgeirssyni til Íslands. Ólafur faðir Kjartans og Þuríður systir hans riðu þangað til að taka á móti honum. Þangað kom líka Hrefna, systir Kálfs. Frétti Kjartan nú að þau Guðrún og Bolli væri gift. Ég býð þér, Þuríður, að velja þér úr varningi. Dag einn var veðrið hvasst og hlupiði Kjartan út að festa skipið sitt. Á meðan voru þær Þuríður og Hrefna að skoða kistu þeirra og fundu móturinn. Þeim fannst hann vera mikil gersemi og setti Hrefna hann á höfuðið. Viltu taka móturinn á höfðinu þínu strax? Móturinn er eini hluturinn í kistu sem Kjartan á einn. Ég hélt að þú vildir ekki giftast strax. Það skiptir ekki máli hvaða konu ég á, ég vil ekki þurfa að bíða lengi frá svari. Hrefna tekur að sér móturinn og lætur Kjartan fá og Kjartan setur móturinn ofan í kistu sína. Eftir það fóru þau sitt hvoru áttina og Kjartan settist hjá föður sínum í Hjarðarholti. Kjartan er komin heim, þú sagði mér ekki sannast. Ég sagði þér allt sem ég vissi. Guðrún þegir, augnaráð hennar harðnar, Bolli horfir undan. Komdu með mér í boði, það er tími til að sátta. Kjartan segist ætla að vera heima. Komdu, þið verðið að hittast. Kjartan hikar, svo kinkar hann kolli og gengur inn til þess að klæða sig. Kjartan og menn hans ríða í hlaðið í rauðum klæðum. Bolli gengur á móti þeim. Velkomin, frændi. Ég vil gefa þér hrossin. Nei, ég þykk það ekki, ég er engin hestamaður. Taktu þau, maður. Þetta eru stór gjafir. Nei, Þeir skiljast þegulegir, Kjartan og hans menn ríða burt. Bolli stendur eftir, þeir skildu með yngri blíðu. Kjartan hefur verið einangraður veturinn. Þuríður tekur eftir því. Kjartan, alveg ofhljóður. Hvað með að finna einhverja til að deila þessu með? Hvað með Hrefnu Ásgeirsdóttur? Kjartan segir að það sé ekki slæm hugmynd. Kjartan og Hrefna tala saman og það verður ljóst að þau eru bæði áhugasöm hvort annað. mér líður mjög vel með þig hérna. Ég líka, Kjartan. Ef Hrefna vil þetta, þá er þetta hennar ákvörðun. Kálfi þrýstir á Ásgeir að samþykkja brúðkaupið. Ásgeir samþykkir að þau giftist. Svo hamingjusamur, þetta er ný byrjun fyrir okkur. Þetta var frábært, Hrefna. Og þetta var bara byrjun. Kjartan og Hrefna eru gift og það er gleði í andrúmsloftinu. Eftir veisluna standa Kjartan og Hrefna saman fulla gleði. Þetta haustið var komið að Ólafur haldaboð. Allt fólk frá Laugum mætti. Áður fyrr þegar haustboð voru haldin á Hjarðarholti þá hafði Guðrún Ósvífursdóttir ávallt setið í öndvegi. Ná að skipta konum í sætisboðinu. Guðrún Ósvífursdóttir var stödd þarna rétt hjá og heyrði hvað Kjartan sagði. Hrefna, þú ætti að setja upp móturinn. Ekki skal Hrefna setja upp móturinn. Því að mér finnst meira mikilvægt að Hrefna eigi hann. Daginn eftir þegar aðrir heyrðu ekki til bað Guðrún Hrefnu að sýna sér móturinn. Hún fór í kistu sína og tók móturinn upp úr. Guðrún fletti móturinnum í sundur og horfði á hann og hefði engin orð hann. Boðið stóð í viku. Eftir jólaveturinn safnaði Kjartan sér 60 mönnum. Ekki sagði hann föður sínum hvert hann ætlaði og spurði Ólafur hann ekki það.
Kjartan hafði með sér tjöld og vistir, ríði Kjartan úr leið sína þar. Ég vil að þið gæti hestana en allir reisa tjöldin. Áttir þú Kjartan við nokkra menn tala laugum? Það var mér sagt að þið Guðrún muni hafa talast við að hafa sett móturinn á höfuð sér og hann hafi farið henni mjög vel. Ekki bar með mér það fyrir augu ef þú sagðir frá Hrefna. Myndi Guðrún ekki þurfa að falda sér mótrið til að fara glæsilegri en allar aðrar konur. Þá hætti Hrefna þessi tali, þeim laugamönnum líkar illa og þótti þetta miklu meiri svívirðing og verri en þótti Kjartan hafi drepið 1 eða 2 menn fyrir einn. Voru synir Ósvíus óðastir en Bolli dró heldur út. Guðrún talaði fæst þetta en þó fundu menn það á orðum hennar að það væri víst að öðrum líkaði verr en henni. Gerðist nú fullur fjandskapur milli laugamanna og hjarðhyltinga. Í Sælingdalstunga eða Tunga var lítil og friðsæl jörð. Þar bjó maður að nafni Þórarinn sem var vinur bæði laugamanna og hjarðhyltinga. Þórarinn var þreyttur á fjandskapinum og ákvað að selja jörð sína og flytja burtu. Þið viljum kaupa jörðina frá þér, Þórarinn. Það myndi styrkja okkur mikið. Já, það er gott fyrir okkur. Ég hef ákveðið að selja ykkur jörðina en við þurfum fleiri vottar svo samningurinn er löglegur. Þórarinn, ég vil ekki að þú selja landið til Bolla. Ég ætla að selja landi, Kjartan verður gott og ég vil fá greiðsluna fljótt. Ef þú ætlar að selja þá seldu mér það í staðinn. Þá verður þér til saka ef þú selur landið til Bolla. Ef þú vilt selja þá gerum við það með vottum. Þórarinn ákvað að selja Kjartani landið og þó hann hafði verið feiminn við það, þessi ákvörðun myndi breyta öllu í héraðinu.